Benedikt, það sigur í Þorlákshöfn. Hvað að skapa þetta fyrir ykkur hérna? Við gerum áherslubreytingar í vörn. Við vorum að fá á okkur allt of mikið stigum síðustu 2 leikjum, þannig að við urðum að breyta. Og það hjálpaði vonandi allavega hann að skora fari stig núna. Svo þetta bara, hinir 2 með þeim, þessi datt með okkur. Nú setjum við stóru skotin, stóru körfurnar hérna og stór varnarplay og svona, þetta er svo mjótt á mununum hérna. Þessi lið náttúrulega unnu nákvæmlega jafnmarga leiki í vetur og bara mjög áþekk. Og svo náttúrulega bara Mario mættur hérna aftur. Við erum búin að vera að bíða eftir að fá hann inn í þetta, hann er náttúrulega kominn inn í þetta en hann hefur ekki, verið í sama takti og fyrir meiðslin. Þannig að núna kom hann helvíti flottur inn í dag og það er eitt af því sem skiptir sköpum. Fyrir leik ykkur hérna í þessu einvígi, mætið þið svolítið flatið til leiks og gerið aftur í kvöld. Hvað er þetta vandamál sem þið þurfið að eiga við? Ég er að vona allan að þetta sé bara svona tímabundið vandamál, að þetta sé ekki komið til þess að vera því að þið er ekkert að byrja alltaf í holu hérna og við erum mikið búin að ræða þetta undanfarið og menn ætla sér ekkert að gera þetta en einhver hluta vegna hefur þetta gerst en ég treysti því að við komum að krafti í oddaleik, ef ekki þá veit ég ekki hvenær. Talum að fá Mario inn, þú ert líka að fá Veigar Pál inn í þessum leik, svaka orka sem hann kemur með inn á bekknum. Algjörlega og hann er búinn að koma núna í síðustu 2 leiki með frábæra innkomu en það hafa mínútur hans aukist bara töluvert en á móti, þá er einhverjir sem tapa sínum mínútum þannig að en ég verð að spila á þeim sem er að standa sig hverju sinni og það bara snýst með starf þannig að menn koma á bekknum og gera svona vel eins og við erum búin að gera síðustu 2 leiki þá bara er ég ekkert að taka á aftur út af. Fáðu frá heim í lónagjörunum til þess að tryggja ykkur 8 leik. Er ekki þægilegt að fá að fara heim aftur í svona lokaleik? Auðvitað vill maður vera heima í svona leik en ég held að úrslitakeppnin sé búin að sýna það bæði ár og undanfarin ár að heimavöllurinn einn og sér er ekki að gefa eitthvað svakalega mikið. Margir leikir að vinnast á útileiki. Þetta bara snýst að spila sem besta bolta þegar skiptir sem mestu máli. Kærar þakkir Benedikt og gangi ykkur vel á 5. Takk fyrir það.